Já, herðu, við ætlum að fjalla bækur og sko, málið eiginlega að Hagþengir að fara að vera með tilnefningar til verðlauna núna og rétt ókomið og ég var eitthvað að tala við konu þetta og var að horfa á plakati frá því fyrra það sem voru birtar 10 tilnefningarnar og ég rendi yfir það og við höfum eiginlega fjallað alla bækurnar sem þar voru nema eina sem eru Steyptir draumar, líf og list Samúels Jónssonar sem margir hafa kannski séð í Selárdal. Hingað eru komnir höfundar bókarinnar og menn sem hafa staðið fyrir endurreisn þessara verka. Ólafur Engibelsson og Kári Skram. Við erum velkomnir. Takk. Takk fyrir. Þetta fín bók. Takk fyrir. Já. Það fjallar Samúel Jónsson. Ég man ekki, þið kannski getur svarað því, sko, þegar ég sá þetta fyrst, þá leit þetta ágætlega út, allavega í benskuminningunni. Ég hugsa ég hafi verið svona, ég veit ekki bara, þetta voru kringu 1970. Getur það ekki verið? Jú, Svo kom ég næst og þá var þetta eiginlega allt grotnað niður. Og þá var ég orðin kannski 40 eða 50 eða eitthvað, ég veit ekki. Hvað... Samúel, þetta rétt að benskuminning á mér þetta hafi bara verið í fínu formi svona 1970? Tímalega, það var stutt frá því hann fellur frá. Sko. Og ég líka minni Já. Og þarlegandi virkaði kirkjan stærri og allt, þetta furðulegur heimur. Miklu meira ævintýri. Já. Svo það kom að koma næst og þá var þetta að byrja að grotna niður og þá var ekki, vá, hvað kirkjan er lítil. Já. En við höfum einmitt verið að leita til fólk sem að kom á staðinn stutt eftir að Samúel dó. Já. Hvernig dó? Hann dó í janúar 69. Já. Þannig að það hefur það verið stutt frá því að... Já, mín benskuminning er bara það sem eins og hann skildi við þetta. Og það voru þarna lengi málverk og líkön og fleira sem að hurfu smá saman eftir látans af því að hann átti ekki erfingja, ekki lög erfingja. Og ríkið eiginlega bara varði svona umsjónar aðili en sá ekki þetta, það var enginn að sinna staðnum. Nema þá bændur á svæðinu, Ólafur Gíslason á Neðribæ, hann var þarna síðasti bóndinn, en Ólafur Hannibalsson var bóndi þarna seinna og þar sé Hannibal og síðan Ólafur. Og Hannibal bjargar eiginlega altaristöflu Samúels suður og setur henni inn í listasafn ASÍ og þar sem hún er ennþá en mörg önnur verk Samúels grotnuðu þarna niður. Veður eru svona hægt rólega burt sko. Það voru teknir nokkri hlutir náttúrulega sem að Leggsteininn, Salómeður var tekinn og svona menn tóku hitt og þetta. Og við erum ennþá að leita þessu og ég veit að það er einhvað til í ýmsum stöðum. En skráningin, hvernig það var, er hún til? Ekki fullkomlega. Nei. Við erum að reyna að ná utan það en til dæmis gamli ljósmyndir sem fólk hefur tekið á staðnum og líka hefur fólk verið að gefa okkur verk sem hafa verið einkaeigu. Samúel gaf mikið af sínu verkum eða var að hann seljaði á sýningum, hann seldi yfirleitt verkin og mér sé Kjarval fekk ekki verka því hann var búinn að selja það. En hann var með 3 sýningar í Reykjavík. Á þá málverkum? Á málverkum. Já, ekki eftir styttum? Nei, hann málaði á vetuna en var í útiverkunum á sömrin og byggingunum. Fer ekkert í það fyrir að setja tíma æviskeiðsinn þegar hann fær smá pening. Ellilífurinn kemur og þá á hann efnaði að kaupa sementið og þá fer hann í steipuna meira. Og planið er stórt, hans fyrirmyndir Pétur Kristján í Róm. Það var næsta verk. Og ekki bara kirkjan heldur vængirnir þannig. Já. Og með líkneskjum á hana. Búagerðurinn og fleira sko. En hann gerir fleiri líkon þannig að maður veit ekki hvað hann tekst fyrir hendur næst en allavega þá var svona draumandi stórir. En af hverju var hann að þessu? Hann var greinilega bara að færa heimi í dalinn sinn en hann fór að vísu til Reykjavíkur en fór aldrei til útlanda og kannski var hann bara svona forvitinn og sköpunar gleðin svo mikil en hann til dæmis
fekk bækurnar Lönd og líðir þarna hjá nágranna sínum og sá þessar myndir í þessum bókum til dæmis af Péturskirkjunni og Alhambra-höllinni og Spáni og hreifst af þessum arkitektur. Já, þetta var ritröð svona fjarlægar slóðir og einhverju liti sögu með myndum og ég man þetta líka eftir þessu í æskuminningu. Já, akkurat. Lönd og líður. Og svona eins og blöðum af fleira sem hann fær að glugga í og þetta verður bara hrífandi og hann greinilega hrífst af þessu öllu en hefur þessa löngun alveg frá unga aldrei skilur að skapa og búa til tálka út og gera ýmislegt sem að mislítið á hérna í æskans en þetta bara býr greinilega mjög sterkt í honum og hann svona neitar að gefast upp á þessu og heldur þessu áfram alla sína lífstíð sko. En Péturskirkjan að flytja hana inn í Selárdal, það svolítið svona hvað hét hann Fitzgeraldo sem vildi setja óperuhúsin í Frumskógi? Alveg rétt. Þetta ykkur á þeim skala, nema það var óperuhús af réttri stærð, þannig að samúleikunni skalar þetta niður. Já, skiljanlega. Þetta er líka nefnitt en Ljónagótsbrunnurinn svona með fyrirmynd í Alhambra. Sem reyndar þegar maður kemur þangað, að þá verður maður líka hissa og rosalega smátt allt. Það er ekki komið þangað að sé jú. Það er einhvern veginn eins og að byrja var fólki minna eða hvað er þetta? Alveg rétt, góð punktur sko. Eiginlega eru ljónunars Samúels meira hestar. Já. Hestljón. Þetta hafði aldrei séð ljón. Nei, en þetta eru merkilega ljón sko, eru svona með skemmtilega karaktera og hvernig hann býr þau til sko, hann býr til mótinn og notaði einhverja dunga úr kaupfélaginu sem hann bjóð til fætuna úr og svo notaði hann raunverulega tennur úr hestum og selum líklega. Þannig þetta er svona ready-made, hann bara er með mót, fætunar eru svona því að olíutunna, 2 lítra olíutunna er svona í laginu. Já, eða svona þessi ferkantu hérna, þetta voru svo ekki 5 lítra meiri, 3 bensín. Þetta var svona olíu sem meira líka og annað og þetta notar hann bara, hann tínir allt til náttúrulega. Það sem er náttúrulega einstakti samúleirinn að hafa lagt á staði þessa vegferð með ekkert milli handana skilur og það er það sem að fólk kannski átta sig ekki á árum áður, það bara höfðu menn ekkert milli handana og þetta er bláfátækt fólk og bláfátæku maður og hérna hann gerir þetta einstökum bara vilja og atorku og eljusemi fegurðarþrá sköpunarþrá myndi ég segja líka. Eiginlega er hann alveg frá unglingsaldri þegar hann var á prestssetrinu. Það var titlaður Smali í sóknarmannatalinu aldamótin 1900 og þá var hann hjá séra Lárisi Benediktssyni á stað þar sem er prestssetri í dalnum og móður hans var vinnukona en hann fer að tálka út svona litlar líkkistur. Ég man ekki hvort það verið 18 en allavega margar mönnum sem að fórust stuttu síðar og það var í mesta mannskaða í Selárdal þar sem sjóvaróðrar voru miklir og var fjölmennt þetta leitið og það var talið vera svona hann ætti ekkert að presturinn taldi að hann væri bara kukla. Já. Hann hefur orðið valdur á dauðanum frekar en að séð það fyrir. Já, ég mitt. Og hvað heldur þú? Ég held ekki, sko. En ég held að hann hafi bara verið mjög næmur og séð þetta fyrir. Já, og það sé hægt að sjá fyrir mannslát og sjóskaða. Ég held að allt sé hægt í þessu. Sumir hafði gáð til þess að sjá einhvað með þeir segja okkur það, en hann var tekinn fyrir út af þessu og það er það sem hann var kannski náttúrulega sorglegast við þetta allt saman að hann var hnífurinn á hann var tekinn af honum, hann var hérna bara farið illa með hann var náttúrulega búið að bjóða hann upp og presturinn svona dálítið misnotaði sín aðstöðu. Við vitum það í dag að þetta var nú ekki alveg svona
beisin uppeldi sem hann fekk sko. Móðir hans þarna vinnukona á bænum og strákur svona lítinn hotnauga, þannig að hann átti erfitt og var aldrei gott á milli þeirra og hann talaði alltaf það að þetta væri nú aldrei, þeir myndum semlega ekki hittast þegar þeir færi hinum einn sko, hann hefði kannski færi einhvað annað en þannig að þetta var svona þetta mikið dramatískt stunduruglega lífans þegar honum kennt og eða svona bendla við þennan sjóskaða mikla þannig að þetta hefur verið mikil svona. En þetta þá saga mann með sköpunargáfu og fegurðarþrá sem helst upp í samfélagi sem vill ekkert með slíkt gera? Og þess vegna kemur listans út svona með hans eigin nefi. Þetta ekki list sem búin til í einhverju svona takt við samfélagi sem hann lifir í. Hann eiginlega að tala við einhverja svona bækur og einhverja myndir sem almanaksmyndir eiginlega. Þetta eiginlega líka samfélagið af því að hann þetta alveg tvískipt að hann til dæmis málar mikið myndir af dalnum, Selárdal og hann byrjar ungur að teikna og mála og þá bæði teikningar af Selárdal en líka af skipum, mikið seglskipum og mjög nákvæmlega útfærðar myndir, það er svona alls ekki næf en vatnslitamindir mikið alveg þegar hann er á 30-aldri þá gera hann mikið af svona myndum sem maður skilur ekki að því að hann átti eiginlega ekki neitt sko og var bara að vinna fyrir sér og sem með móður sinni og hann fekk reyndar ábúð þannig eftir að presturinn fór þá gerast hann bóndi á koti þarna rétt hjá og hefur kannski haft meiri frítíma til þess að hafa þá fáar skepnur en bara geft sér vatnsliti og fyrir allt sem var aflögur og málað á stolnum stundum. Þegar hann losnar úr vistinni það er eiginlega málið, skilur. Þessi prestur eða vondi maðurinn í þessu sögu ykkar? Já, sko, sagan dæmir hann ekkert sem einhvern veginn, maður hefur ekkert heyrt mjög illt, skilur. Það er margar jákvæðar liðar, hann var fræðimaður mikill og meir og annað, skilur, en hann var bara greinilega, það var einhvað milli hans og Samúel sem að gekk ekki upp og Samúel talaði, fékk í rauninni ekki að sjá jákvæðar liðarnir í honum, sko, á honum. En var presturinn Séra Lárus hann flytur til Reykjavíkur og við hefum einmitt heyrt góðar sögur á honum sko en hann gerðist svona gifti fastegnir og leigði út þannig að hann var ekki alveg hættur störfum en fór yfir í annan bransa má segja. Já, en umhverfið sem við erum átt að gráða líka Selárdalurinn þessum tíma og þetta ekki þetta er tvennir tímar Selárdalur í dag og Selárdalur þá var við erum talað 250-300 manns kannski í dalnum þá var hann bara í byggð þetta voru hjálegur skilur og prestur nátti rétt á því að fá mannskap á bátana sína og það eru útgerðir allir verðdalinir sem verðdal og útgerðin sjálf Jón Sigurðsson Fossiti kemur það kemur að Suðurfirðinni fara í útgerðina þaðan og þetta sko mikið líf, mikið af fólki að komandi, farandi, þannig að faraldfæti og það mikil fjármagn sem mikil fjármagn sem kemur á landarna. Þetta var aðal brauð Íslands á sínum tíma. Svo að geta róið þaðan. Prestarnir. Selárdalur þá utarlega í firðinum. Utarlega Arnarfirðinum, stutt á miðin. Vélarnar og þá fer byggðin innar í firðina sem betri hafnir. Já, og þetta er svona góðsinn tímabil, útgerðan dálítið á þessu svæði og minna að þú labbar strendurnar þá bara verbúð nánast út hálfan Arnarfjörðin. Það var liðin tíð þegar hann að reisa kirkjuna og líka. Já, svo fellur þetta bara frá og fólk byrjar að flytja burt úr dalnum svona 30, 40, 50 kannski eitthvað svoleiðis. En Samúel var á útkikki hann var í sambandi við sjómennina sem fóru frá Bíldudal og hann lét að vita hvort að veri
væri sjófært eiginlega. Lét hann vita? Já. Og hvað það? Veður næmur? Veður, já. Ég veit ekki hvað það kallar. Já, hann hefur verið veður næmur einmitt. Og hlustu þeir á hann eða leta hann það bara vita? Já, og færði honum fisk í soðið og það er til saga þar sem það var skilið eftir og hörðarhúninum hjá honum svona rauðmægi en hann snert hann ekki af því að það stóð ekki skilabóð og hann nætt hann þannig að hann leta þetta bara vera hann lifði mest á hafragraut skilst mér að hann var ekkert mikið að gefa sér tíma í að borða það sko En Selárdalur eiginlega höfuðstaður þrjóskunar á Íslandi en það Gísli Uppsölum bjóð þarna sem að fór ekki út úr dalnum af því að bræður hans leið honum ekki að koma með sér til Ísafjarðar og var í halva öldin í dalnum og fór aldrei neitt og endaði með hann talaði eitthvað tungumál sem að gæti kallast bara þrjóskíska hann var eiginlega búinn að tapa tungumálinu í samskiptu við annað fólk eins og frægt var í sjónvarpsþáttum Ómars Magnússonar Þeir bygguðu hann á sömu torfu eiginlega þegar Gísli var bara nokkur ára gamall og Samúel keypti þá neðri Uppsali sem er bara hliðin á fremri Uppsalum þar sem Gísli og fjölskylda bygguðu Samtímamenn, Samúel eldri samt og þeir vita að sjálfsögðu af hverjum öðrum alla þessa tíð Samúel fer náttúrulega burt úr dalnum þannig að svona, ef við erum að tala svona tímalega síðan þá náttúrulega kemst hann úr vistinni, hann gerist bóndi á neðri Uppsölum, hann byggir líka annað hús fyrir móðu minni sem heiti, kallaði hann hinum við ána, þannig að þetta en það fullt af fólki, fullt af mannskap, útræðri og fleira, þannig að það er svona ýmislegt að gerast í Selárdalnum og þetta er svona og þetta drafnar niður hægt og rólega mótorbátar vélöldin kemur inn og þetta hægt og rólega svona hægist á öllu og flyst burt Samúel flytur svo þegar hann hittir Salome konuna sína sem er þarna vinnukona á bæ og þau takast hjört er að ná saman og gerast hjón og eignast börn og það er bara enn og aftur mjög sorglegt allt í kringum þetta og þetta er svona tíðarandinn svo slæmur, þetta er barnadauði og þau eignast 3 börn og þau deyja öll og þannig að þetta er mjög trist og þetta er svo sorglegt og út af hverju vitum við ekki alveg, það er aldrei elsta barnið lifir hvað í bara 2 ára já, nær 2 ára aldrei skilur þannig að það verður rosalega sorg og þetta er rosalega sorglegt allt ef maður skoðar þetta frá þessari lið en þau ákveða þá að fara yfir fjallgarðin og fara yfir í Krossadal sem er rauninni tálknafjara megin og koma sér þar fyrir og ég meina þar er Samúel í hvað 20 ár cirka og byggir hús og er með búskap þar og er í rauninni allt leikur í lind í rauninni þar svona bara allt sem við hefum heyrt þaðan er bara jákvætt og eitthvað bara normal maður og er bara hlutinni ganga alveg upp það er gott að sækja þau heim og alltaf gott kaffi og pönnukökur og það er alltaf vel veitt og það verðist bara þetta verður svona blómatími hans og Salome skilur þannig að þetta er svona bara jákvæð hlið á málunum sko En hann byrjar þar að endurnýta svona efni sem er tilfellur eins og til dæmis jaga í sundur járn úr togara til þess að nýta sem byggingarefni eða geringastöðra og síðan hefur hann dregið þegar hann flyttur yfir Selárdal þá dregur hann hluta úr togaranum hann yfir fjallið Ná, eins og ég nefndi nú Fiskiraldó og það er líka gert þar Þetta er mörgleiti svo líkt þarna skilur en skilur þú ert með togara, stáltogara niður í fjöru ekkert við í bæin þú veist að fara þetta og hvað ertu með? Þú ert með hamar og meitil og þú ert að berja þetta í sundur á vetrarmánuðum skilur til þess að ná einhverjum járnstöngum og sem er svo gaman maður sér í dalnum ennþá í hornstörum og hann byrjaði nú að kynna steypunni þarna og byrjaði að steypa hans líka
notaði hérna aðeins þetta járn úr því en að ná þessu upp, skilur, að ná þessu abátnum og þetta svona, maður heyri bara höggin, skilur, inn í dal bara á veturnar að vera að meitla þetta allt í sundur. Ja, mörg ársverk og bara, en þess að þetta fólk hafði náttúrulega þetta bara, það kunni ekkert annað heldur en að vinna, þetta var bara dag og nótt, sko. Maður gæti haldið að, sko, saga hans væri merkileg vegna þess að hann fær enga hvatningu frá einhverjunu þvert á móti við að stunda list. Hann fær enga örvun raunverulega, hann lifir ekki í samfélagi þar sem að list áberandi eða haldið að fólki en hann býr til list eiginlega bara innan úr sér og þá veltir maður fyrir sér er þetta eitthvað sem þetta segir okkur það sko hvað listþráin fegurðarþráin hvað hún og þannig ertu með svona dæmi mann sem eiginlega tekinn úr engu Já. Kemur, hann dregur þetta innan úr sjálfum sér eða eitthvað hægt að lesa í þetta svona eða þetta svo einkanleg verk að þetta segir okkur bara eitthvað hugarheim Samuel Johnsons en ekkert svo mikið þig eða mig eða þig Já, þessi sköpunar þörf kannski grunnurinn sko og ég veit ekki hvort að presturinn hafi kynnt undir með því að meina honum að hafa vassanýf en það geti verið að hafi verið eitthvað neisti sem að kviknaði hjá honum að hann yrði bara að gera eitthvað. Þetta sé viðbröð við prestinum hann ætla að sýna prestinum að hann geti reist kannski ekki svo einfalt en hann hefur greinilega haft í sér sköpunar þrá bara til þess að bæði tekna dalinn sinn en síðan bara innbyrða og koma frá sér bara hvað heimurinn kannski hann kemur í ljós að hann mikill verkfræðingur í sér til dæmis ljónagórsbrunurinn hann virkar mjög vel eftir viðgerðir sem að gera kuninggerði þá sjáum við að þetta flókin búnaður sem hann hefur sett inn í þennan górsbrunn og þetta til þess gert að líka að sýna öðrum hann var eiginlega frumkvöðl kannski í ferðarþjónustu af því að það kom að fólk á sunnudögum til hans þegar vegurinn var kominn og börn vildu óðu uppvæg sjá górsbrunnin virka og hann hellti vatni í hann og þannig að það þetta að vera líka að gleðja aðra kannski það að missa börnin sín svona ung kannski var þetta líka til þess að hann vildi fá börn til sín og barnafjölskyldur í heimsókn og hafa eitthvað skemmtilegt fyrir þau við fengum til dæmis gefins verk núna fyrir jól það var upprúlu tekning sem hann gaf strák sem kom í heimsókn ljón öðrum megin og hinum megin seglskúta þannig að þetta bara svona eiginlega bara svona kannski bara yfirlýsing að hann vilji gleðja aðra að vera sína bara líka sjálfur sér að hann gerir eitthvað gott fyrir sitt samfélag sjómenn voru líka þakkláttir honum og hann fekk að vera á lofti frystihúsins að mála vetuna á seinna árum en ég tek undir en þetta svona í grunninn samt sem áður þá held ég sammála hérna en hérna í grunninn þá sýnir hann kemur það fram í honum að hann hefur einhverja þrá þetta bara þú ert staddur einhverstörf í Afdal og þú hefur einhverja löngun til að gera einhvað í hans tilfelli það list ef hann væri eins og svo margir Íslingar sem aftur á móti sátt inn í húsi og skrifuðu einhvað skrifuðu dagbækur eða sögur einhvað
einhver ævintýri rýmur eða skapa sín eigin heim. Hann hafði engan getu kunnátt eða vilja til að skrifa. Hann þurfti að tjá þetta með einhverjum náttúrulega málaði og skar út alla rammana. Það var allt sem hann gerði, það var allt sem hann, alla sögur sem hann heyri, fólk sem kom í heimsókn til hans. Það var alltaf líkan á eldhúsborðinu hjá hann og hver var líkan í gert það er bara úr sykurmólum, skilur. Þannig að hann var alltaf að hugsa þetta, hann var alltaf að setja fram, hann var alltaf að speglera. Þannig að þetta hefur verið svona, held ég bara lunga á deginu í honum hafi farið í það að svona velta þessu fyrir sér hvað hann geti gert og hvernig hann geti gert það. Þannig að hann tók þetta skref fyrir skref en hafði náttúrulega enga getu eða er nekkert fjármagn til þess að fara inn í hennar stórframkvæmdir fyrir hann að bara eins og segir ellilífurinn kemur og þá getur hann keypt sér byggingarefni og eða sementið. En fram að því þá er þetta málverkið gerir líkön og er að snúast við, það er það sem við þekkjum og sjáum við sé myndir af ýmislegt annað sjálfsagt sem hefur verið að dunda sig við sem við kannski vitum ekki alveg en allavega er þessar teikningar hans, málverkin hans, handbragðið á römmunum hans. Þetta er allt svona einstaklega fallega og vel gert. Þetta er svona handverksmaður 100% sko. Og hann þurfti náttúrulega að vera, eins og Ólafur segir sannlega rétt ráð, verkfræðingurinn í honum náttúrulega, hann er skriðmót, þú er ekki komin til Ísland, skilur, þannig er hann að býra þau bara til, skilur, því að það er enn það sem hann hefur milli handana, skilur, eitsbýta sikur megin, þynga og svo steip á milli og svo bara beðið, þú veist, og svo fór vinnur hann það líka og þetta hleður hann svona hægt og rálu upp, skilur, þannig að getur ímyndaðir, en enginn þú veist, það var vissu allir af Samúel og líti allir vel á Samúel, hann var góð við börn og krakkarnir hefur gaman að koma og svona hægt og róli held ég breytist þetta svona dálítið í það þegar hann fyrir að búa til steypuverk sína þá verður þetta orðið aðaland þá bara fréttir fólk að segja, hvað segir hvað hérna Já, það er það sem maður man eftir og ég meina hann og þá fer hann að taka á móti þá fer hann að sjá að ok, það ekki fólk er að koma hann vil sjá þetta og það sem ég er að gera og hérna með þess að hann situr við vegkantinn byggir hann þar pallskilur og er með mjölpókana, ábyrðapókana og byggir svona 4 rými og hvað er þetta skilur og bara upphækkað og það smíðar hann í vegkantinn og já, heyrðu, hann er að gera kamra. Þú veist, þetta er svona fyrsti útikarmandi fyrir ferðamenn á Íslandi sem er gerðið hérna bara fyrir framann þannig að fólk kemur hérna og hann voru 3 fyrir konur, 1 fyrir kalla skilur þannig að hann var að hugsa þetta alveg rétt sko. Þannig að þetta er svona hvað má segja, þetta er svo mikið ævintýri, þetta er svo mikið einstakur maður með ekki neitt milli handan sem bara neitar að gefast upp og það er eins og segja Fitzgerald, við getum alltaf að tala um þetta bara hann neitar ekki, hann ætlar að koma sig að stað og ætlar að koma sig eins langt og hann getur á sín ævi. En hann var að mála dalinn og hann gerði náttúrulega ekki bara ljónalíkneski af selum og svona nærumhverfinu. En það sem er svona eftirminnilegt er þetta að vera að flytja í svona hápunta menningarsögunar inn í Selárdal sem er svona sérstakt og kannski svona hugmyndum það að við tilheyrum þeirri menningu sem er ekki sjálfgefið. Já. En þetta sé okkar saga, þessi okkar hápunktar sem er ekki alveg sjálfgefið að maður komist þessi niður ekki ennþá í dag. Nei, hann gerir þetta líka sín eins og sést á ljónagósbrunninum, þetta er hans gósbrunnur en ekki eftir öpun. Ekki eftir öpun. En samt er svolítið mikil eftir öpun í þessu. Hann er að reyna að láta þetta, hann sækir fyrirmyndina mjög afgerandi í tiltekna myndir. Já, en til dæmis er þetta ekki kannski greinilega reynir ekki að gera nákvæmlega eins og ljónin eru þar og þau eru ekki jafn mörg, þau eru miklu færri hjá Samúel en þetta er bara svona í því tilviki þá er hann meira að nota þetta sem bara kveikju bara kveikir hjá honum hugmynd greinilega heldur betur eins og allir listamenn gera það er allir svona meðteknir af því sem það séði gegn mævinna og þetta blundar í þeim en þarna lítur hann á þetta og eins og segja verkfræði kunnátta hans til þess að koma vatninu þá leið sem hún fer niður og út munninn á ljóngum með svona ekkert milli handana er bara frábært afrek saman með listina þarna, já
nákvæmlega. Já, hann náttúrulega talandi dæmi að eldri borgarar eiga að láta drauma sína rætast. Aldrei að gerast upp og það sem að menn gerðu náttúrulega þessi tíma, þau kunni ekki þannig að vinna. Ég hef satt svona fegurða þrá, ekki endilega alltaf listsköpun út af þessu hvað hann að gera og einhver leiti svona í samingi við samfélag sem hann var í að þá var hann að draga inn í einhverja fegurð inn í einhverju samfélag sem að við erum kannski vöna og líta út að hafi verið helviti harkaleg og slór og kuldi og þetta alveg mjög góða punktur hjá hann því hann en þú enda bentir á að þar satt fólk og fór með kvæði og sagði sögur og það er ekki eins og hafi verið gerðsneitt aldrei í fegurð. Nei, alls ekki skilur en það var í þessu formi að setja þetta upp að fara í skúlptúrgerð og við vitum að það er náttúrulega eins og kallað nævismi í málun hefur verið til í aldirnar og við vitum það alveg en hérna við vorum að ræða þetta var nú kannski ekki alveg það sem var hægt að kalla Samúel, hann verið engin nævisti, ekki þannig, en hans stíl er þarna. Hvað er það þá? Þú vildir ekki segja nævisti þegar rétt á þann, tókst að fram að verið ekki? Sko, hann er, að mínum mati er hann nævisti að vissuleiti, en að vissuleiti er hann bara ljótt orð. Og já, við viljum bara þetta Nei, mér finnst þetta bara ekkert ljótt orð en þetta er bara kannski álitamál hjá okkur líka þú talar að hann verði settur í eitthvað svona skurlægri flokk Já, við viljum meina náttúrulega hann sé náttúrulega þessi verkfræðingur í sér líka og hann sýnir það á yngri árum sérstaklega að hann er flinkur teiknari þrátt fyrir enga skólun og það er alls ekkert svo kallu næfverk þetta er mikið Ljónin er ekki svona vegna þess að þetta sé hans svona teikni í geta eða eitthvað svoleiðis hann tekur ákvörðun að hafa ljónin svona þú segir það því hann hefði getað mála ljón sem að væri líkt ljóni Já, sköpunarferli bara skapar það eins og það er bara þannig hann er listin, þú bara veist aldrei útkomuna þegar þú leggur á stað Ég vil meina bara svo miskilum ekki ég vil meina að ljónakorsbrunun sé næf listaverk og líka mörg verk eftir hann en sérstaklega þau sem eru með fólki en ekki öll hann er begja blands af því að þar sem hann er að spinna og líka einhverju myndir á dalnum hann spinnur þetta úr haustum á sér bara en þar sem hann notar fyrirmyndir þar er hann mjög nákvæmur og það er ekki næf listaverk Herðu, hann býr til skúlptúra úr steinsteypu og það er eins og þið hafi líklega komist að er fáránlegt vesen fyrir það sem alltaf viðhalda verkunum Þetta hefur verið betra að þetta væri úr einhverju öðru efni þetta er eiginlega bara tími vinnur á þessu linnulaust eða ekki, er þetta ekki það er ekki hægt að venda þetta Endalaust bara þetta Það er náttúrulega mikil heppni hjá okkur að Gerard König var stofnfélagi í félaginu hjá okkur 1998 og bara þá nýbúin að fara sem túristi í Seldal fyrsta skipti og hefur leitt þetta verkefni að gera við stytturnar og líka húsin og þetta er eilífað verkefni eins og segir að því að sementið er ekki gott það er sér blandan steipublandan er þannig að það er kannski ómikið af sandi sem er með seltu í og hann var að spara sementi kannski og síðan er frostkemdir og þetta er mjög opið fyrir veðri og vindum oft þegar er komið hann á vorin þá er bara eins og það hafi verið hrískotabissa á styttunar og allt sem var gert síðastlega sumar ónýtt eða nei en svo gott sem nei það er kannski því sem betur verið ekki þannig en það þarf ofta að gera við eitthvað sem var búið að gera við Þetta er endalaust ringrás þarna, þetta er mjög válind við sem koma þannig í dalinn og það er alveg ótrúlegt. En það sem er ótrúlegt er að þetta skuli standa. Þegar við Ólafur komum þarna fyrst skilur þá er þetta komið hluti langt og grotna niður
og við förum í þessa vegferð að búa til heimildamyndum og okkur fannst þetta, þegar ég kem í fyrst skipti út í þannig að keyra þessa leið, þá ég að fara bara 100 ára aftur í tíman, þetta var svo ótrúlegt, en fegurinn er einstökarna og það það sem líka skiptir máli. Við komum og þetta svona þökindóttina og þetta svona komið eiginlega til ára sinna og maður býður bara eftir að þetta fjúki, skilur, en það voru það viðbröð svo margra þegar við tölum við í kjölfarið að hvort þetta ekki að viðhalda þessu eða nei, þetta fíkur bara og þetta verður bara horfið og það var líka tímans tákn þessa tíma, það var ekkert litið á þetta sem einhver, þetta var engin sköpun, þetta var bara einhver skrítin kallað dunda sér einhvað, skilur, og þetta var svona viðhorf svo margra á þessum árum, sko, og við lendum náttúrulega í kjölfarið af því og gerum þessa mynd og sem við erum mjög stoltir af og gaman að horfa á í dag, að þetta alveg eins mikið list og hver önnur list sem verið að bera fram á borð fyrir hvern og eitt, skilur, og þetta meiri list heldur en þátti því að þjáningin baki hverja einustu sköpun þarna tölvört meiri, skilur, og gerð þótt að ég veit að margir listamenn þess tíma þurfti að gangi í gegnum ýmislegt, en þannig að þessi svona, við getum alveg bent vel á það að þetta er svona alveg á pari ef ekki meira heldur en kannski við okkar helstu og fremstu listamenn þess tíma sem að fengu styrki og leiðu vel og fengu athygli og seldu og annað, skilur, ekki hann. Það var kannski fáir að Íslandssamfélag kannski aldrei geta borið hóp listamanna. Aldrei þannig, þetta var alltaf nokkuð, þetta var svona handfylli af einstaklingum. Hvernig þetta núna? Ég sagði að séu svona 25 ár síðan komanda. Þið búin að gera mikið? Að gera með ferðana? Þetta túristastaður? Já, þetta túristastaður, en þannig þetta náttúrulega, sko, 2018 vorum við með hátíðana og safnunar átak til þess að klára innrétta hús Samúels, íbúðarhús hans, sem móttöku fyrir gesti. Og það tókst þarna sem sagt, og 2019 var opnuð aðstaða þarna, þannig að núna síðustu 6 sumur hefur verið hægt að taka móti fólki í kaffi og spjall og fólk mjög ánægt með þetta, sko. Já, þetta var Fjarðardal. Já, oft, en þetta sko máli, eins og segir íbúðarhús sem var svo illa farið, þegar við komum þarna að þessu og við í samstarfi Ólaf Gíslason og Neðribæ sem var búin að vera þarna dálítið og hann var búin að passa upp á þetta myndi ekki alveg fjúka eða fara til Landskotans sem var alveg frábært hjá honum og við svona komum inn og byrjum aðstón og svo svona hálfta rólega tökum við bara við þessu og förum að fullu í að reisa þetta við, Gerard kemur í hópin til okkar eða frá byrjun og bara segir, heyrðu, ég maðurinn í þetta og við sem bara, þetta himnasending, skilur, maður fá skúltúrista frá Þýskalandi sem kann til verka og hann bara segir, mér langar að taka þátt í þessu og svona koll á kolli, en þetta íbúðarhúsið stendur hérna og allan tíman sem að verið að gera, þetta við hvernig Íslands sumur þau eru válind stundum og kalt og rök og svona, en aðstæðan þess að 2 hús sem við höfum að það var kirkjan og listasafnið. Ekkert íbúðarhús, fá mikið að síðsópum til að koma til okkar og taka til hendinni og hægt og rólega byggist þetta upp og við náum að endurreisa íbúðarhús sem var fagnar erindi og mikið skref fyrir staðinn, því þá var hægt að vera með umsjónamenn, það gæti einhver búið á staðnum og það var komið hiti, rafmagn og fólki geti liðið vel. Það engin sem býr í Fjarðardal lengur eða? Það engin fastur ábúandi, en það hjón sem skráð eins og þingmönnum gætt að skrá sig. Gera, sko. En þarna komum við að því að geta verið með og við erum búin að vera það hefnir að við fáum umsjónamenn til að vera þarna hjá okkur og þannig að safnið opnar í júni og lokar í lok ágúst, þannig að við hefum náð þessu. Ég myndi segja að þetta er ferðamannastaður, ekki túristastaður, þótt að sé mikið erlendu ferðum sem koma, þegar þú ert að fara í allt annað, þú ert ekki að fara í einhverja svona. Við vorum að gera líka kannski bara greinuminn á þessu svo kallum ferðamannastöðum að þetta er erfitt að komast á staðinn, þetta er svona gegnum erfiðleikana til stjarnana, sko. Og það er ekki sjoppa. Nei, og það vegurinn er mjög slæmur. Svo getur verið síðastir ég var þarna alltaf
Það svona rétt rúm 25 ár síðan með við að því að var með börnin, þá get ég sirkað út. Það rigndi svo mikið að ég held að þessi síðast skipti sem að ég hef verið eiginlega í tjaldi. Það var bara það rigndi, ég bara ótrúlega rigning. Var í tjaldi þar, en dalurinn fallegur. Leiðin þangað falleg líka. Vegurinn skemmtilega leiðilegur, skemmtilega vondur og hann getur verið, það mismunandi milli ára. Þetta einangrun, en það partur af þessu það að þú ert að fara þangað, það að þú ert að keyra rólega, þú ert að keyra malarvegi eins og var 1950, 60, 70, ég veit ekki hvað við kallum það, en þú ert að fara bara raunin, þú ert að fara aftur í tíman og þau kemur það út í Selárdal, þá ertu komið fram hjá þessum einstöku, þessum fjöllum sem þú ert að keyra fram hjá, þessi litli dalir sem eru og svo ertu með hvíta strendur og blátt haf, þetta er með ólíkindum, þú veist ekki hvert þú ert að fara, þú ert að fara inn í einhver ævintýri þarna. Ég kynntist Óla Hannibals þegar hann var að koma í bæinn eftir að vera þarna ég man ekki alltaf ekki verið 8-10 árið eða rúmlega það. Jú, vel það Og hann var einn í lokin, fjölskyldan, hann var einbúi eins og Gísli og þá var Ólafur held ég ennþá. Já. Og hann sagði mér að þeir eru enginn talast við. Það voru 3 í samfélagi, en það voru ekki góð samskipti á milli. Og það var svo gaman af Óla þegar hann kom að ég man að við fórum ég veit ekki hvað við muni eftir, það var Matkrákan held ég sem núna veitingastaður 22, þar sem Sigfríd var með veitingastað og meðal annars voru það lambaskankar í barbecue-sósu. Þetta fyrsti veitingastaður sem ég man eftir sem var með svona hægælda lambaskanka. Já, Matkrákan alveg. Og Óli hafði eiginlega ekki setið til borðs með neinum í nokkur ár sko. Þannig að hans aðferði við að borða hennar lambaskanka endaði með því að hann var með barbecue-sósu í hárinu og í glerunum og þannig að ég þetta oft í hug þegar ég hugsa Selárdal og þessi mikla einangru sem var þarna. Ég sá, og svo náttúrulega brá af varð Ólafur bara eins og hver annar Reykvíkingur bara hálfu árið seinna. En hann kom rosalega villtur úr þessu dal. Falleg saga, takk fyrir þetta var glæsileg og menn bara gleyma sér hana, menn týnast þarna í tíma og rúmi og eru bara þarna í dálítið þessari einangrun og þú breytir háttalag. Sjáum Gísla, sjáum Óla. Og endar með því að fara að tala það sem kallar maður þrjóskísku. Já, þetta er alltaf hægt að skilja þig. Já, þetta er líka eitthvað sjálfbærni, þannig að vissuleiti er líka eins og Gísli var til dæmis. Bara lifa þetta af, þú ert í einangrun 6 mánuði ári og ef þú ert ekki passasamur og báturinn kemur ekki með visti til þín, þá þarf þú bara að fara í fjár og skjóta lampskilur eða rolli eins og Gísli gerði og þeir gerðu allir náttúrulega. Þetta var bara, þú ert svona dálítið, þetta er svona endin á þessari öld sem að þessar sjálfstjórnstar búskapsöld, skulum við segja skilur. Og þarna er þess að einangrun, þetta er svona síðustu dalirnir svona eiginlega, það eru nú ekki margir sem voru einangarar heldur þetta, Borgarfjörðinni innst í Arnarfirðinum og svo útkjálkinn þarna. Þetta er merkilegt safn og fær alla til þess að hugsa. Það er svona eins og með bíómyndir og leikverk og myndlistarsýningar, þá er svona gaman að skoða það en það er svona líka gaman að tala það á leiðinni heim í bílnum. Þetta er svona dæmi það og svo er náttúrulega það sem þú er að benda á og ég get vitnað að náttúrufegurðin er stórkostleg. Þetta er líka ekki náttúrulega út af því að samúlega þar, hans Gísli er búinn að vera þarna frá og við veitum að þjóðin elskar Gísla og þekkir mikið til sögu hans en þessna að koma þarna út eftir að geta heimsótt Samúel og geta heimsótt Gísla sem við erum að vinna í að laga upp Gísla og gera hann að svona frambarlegu og skemmtunum stað til að heimsækja. Það er svo uppsali þá og þannig að við erum að svona kannski ná að opna það svona seinni hluta sumarsins en formulega endarlega á næsta ári og þannig að það fólk hefur þá tvenn erindi þarna til okkar og það mun ekki sjá eftir neinu en við Ólafur erum svona dálítið ánægður og stoltir bara yfir þeirri hjálp og þeirri aðstoð sem við höfum fengið gegnum árin að koma þessu. Herðu, Ólafur og Kári, kæra þakki fyrir að koma hingað og nú erum við búin að fjalla tilnefningar Hagþekkis frá því fyrra og þær eru að koma núna held ég bara í vikunni fyrir næsta ár. Takk fyrir að koma.
Ég bið ykkur og hlustendur kannski afsaka, það er fólk að bora hérna, það er mikla framkvæmdir í húsinu, það er aftur að vera búnar í gær og við höfum verið að hliðra til þess að búa til göt til þess að geta búa til efni, en það er við lifum í samfélagi sem að maður með borinn, hann ræður, það er alltaf merkilegasta sem hann gerir, kannski ekki tekið tilliti þeirra sem að þurfum að á þögninni halda. En ég þakka Oddný Eir og fleirum sem hafa komið hingað að gera þáttarins og Pétri Fjellsted og Laufi Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Bendi á að dreifikerfi samstöðuna hefur byggst upp á góðri afspurn. Ef að þið segir vinum og vandanum frá efni sem ykkur líkar, til dæmis vitalinn sem var hér, að þá fer fólk og kíkir á það og þar með stækka dreifikerfið. Þú getur bent á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarsveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu, en þær útvarpsendingar má líka sækja á spilarann, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, 18 ársins samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Þetta er drifið áfram af þeim hluta áheyrenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Ef að þú vilt gera það og leggja þitt til uppbyggingarsamstöðuna, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástættur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin, sem mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott í bili, ég ætla að segja góða nótt. Rauðaborð verður hér næst á morgun í eftirmiddag kl. 16, þá höfum við það sem við köllum vikuskamt, þar sem við förum yfir fréttir vikunnar með góðu fólki. En takk fyrir í bili og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.